Tíska er meira en hönnun. Hún er vettvangur fyrir valdeflingu, uppspretta efnahagslegs tækifæris og leið til að magna upp raddir kvenna. Framtíð tískunar verður mótuð af frumkvöðlunum sem stíga fram til að leiða og handleiðsla gegnir lykilhlutverki í þessari umbreytingu. Lúxus tískufatnaður vekur oft athygli í gegnum fegurð og sköpunargáfu, en áhrifin ná miklu dýpra. Þegar konur stofna tískufyrirtæki eru þær ekki aðeins að segja menningarsögur heldur einnig að skapa leiðir fyrir aðrar konur til að dafna. Tíska verður vettvangur fyrir forystu þar sem konur geta örað staðalímyndum og aukið tækifæri í atvinnugreinum sem áður útilokuðu þær. Í þessu samhengi snýst handleiðsla ekki bara leiðsögn. Hún snýst að opna dyr, deila stefnumótun og útbúa nýja frumkvöðla með verkfærum sem hjálpa þeim að sigla í gegnum áskoranir. Fyrir marga upprennandi hönnuði ferðalagið inn í tískuna fullt af hindrunum. Aðgangur að fjármagni, tengslum við atvinnugreinina og viðskiptaþekkingu getur skipt sköpum milli vaxtar og stöðnunar. Handleiðsla styttir þennan námsferill. Með því að draga fram visku þeirra sem hafa byggt upp farsæl vörumerki fá ungir frumkvöðlar innsýn í bæði skapandi og viðskiptalega hlið atvinnugreinarinnar. Þessi skipti styrkja einnig samfélagið. Í stað þess að keppa einangruð læra hönnuðir að vinna saman, deila auðlindum og efla verk hvers annars. Leiðbeiningar byggja upp sjálfstraust og hlúa að menningu þar sem árangur sameiginlegur, ekki einstaklingsbundinn. Það sem gerir leiðsögn öflugja hvernig hún sameinar hagnýta leiðsögn og innblástur. Ungir frumkvöðlar læra gildi seiglu, aðlögunarhæfni og framtíðarsýnar. Þeir sjá hvernig rótgrónir hönnuðir vega á milli sköpunargáfu og uppbyggingar og þeir öðlast verkfæri til að beita þessum lærdómi í eigin fyrirtækjum. Sérstaklega fyrir konur sýnir leiðsögn að forysta í tísku ekki eingöngu bundin við fáeina útvalda. Hún sýnir að með þrautseigju og réttum tengslanetum geta þær líka náð alþjóðlegri viðurkenningu á meðan þær halda sér á jörðinni í sjálfsmynd sinni. Þegar konur eru valdefldar í tísku nær áhrifin lengra en tískupallarnir. Þær verða fyrirmyndir fyrir yngri kynslóðir, skapa atvinnu fyrir samfélög og leggja sitt af mörkum til að endurmóta alþjóðlega skynjun á lúxushönnun. Þessi áhrif breyta tísku í hvata fyrir víðtækari samfélagslegar breytingar. Valdefling einnar konu frumkvöðurs leiðir oft til valdeflingar margra annara. Með því að hlúa að samstarfsnetum margfaldar handleiðsla áhrif og tryggir að vöxtur greinarinnar sé sjálfbær. Framtíð lúxusfatnaðar ekki aðeins háð nýsköpun heldur einnig aðgengi. Þegar fleiri konur komast í forystustöður koma þær með ný sjónarhorn sem skora á hefðir og færa út mörk. Starf hönnuða nútímans snýst því ekki aðeins að skapa fatalínur heldur að byggja upp arfleifð. Með því að leiðbeina öðrum og efla valdeflingu tryggja þær að næsta kynslóð byrji ekki frá núlli heldur frá sterkum stað.